sósíalismi popúlismi? Auðvitað, ég meina, það felst í orðanna hljóðan að sósíalismin vill færa völdin til pöpulsins, til lýðsins, að lýðurinn fái sjálfur að byggja upp samfélagið og stjórna því hvert það fer. Sósíalismin eiginlega einn upprunalegi popúlismi. Og fyrst þetta orðið búið til og notað í stjórnmálum, þá var það gert í Bandaríkjunum, í Kansas, þá voru það menn sem ráku sósíalíska stefnu sem kölluðu sig popúlista. Hvernig orðið hefur verið notað svona síðustu árum og áratugum, þá hefur þetta fest við svona hægri öfgaflokka svokallaða sem að reyna að höfða til almennings með því að stjórnkerfið sé að svíkja það, að stjórnmálin hlusta ekki á það, að stjórnmálin séu orðin elitismi, að það séu einhverjir aðrir hagsmunir sem að stýra samfélaginu heldur en þeir. Og ég meina, við sósíalistar deilum þessari greiningu, ekki nákvæmlega en svona meira og minna, að þá hefur lýðræðiskerfið, auðvaldskerfið, kapitalismin kerfi sem að þjónar ekki almenningi. Lausninnar hjá hægri populistum oft að finna einhvern svona sterkan mann sem ætlar að stýra þessu, sem svona léttur fasismi. Það ekki laust sósíalistana. Sósíalistana vilja bara raun og sann færa völdin til fólksins, power to the people. Það eiginlega grunntónnin í sósíalismanum. Þess vegna sósíalismin alltaf populismi.